Við erum komin hér að Kjarri þar sem að þau stundu tamningar Eggert Helgason og Larissa Werner. Komið þið sæl og blessuð. Hæ. Kannski byrjum aðeins á hesthúsaðstæðin hér í Kjarri. Hvað eru þið með pláss fyrir mikið af hrossum? Við erum með 31 hestastígur. 31 hestastígur. Og eru þær allar fullar? Nei, ekki í augnablikinu. Ekki í augnablikinu? Það er sko eina stígur sem við geymum alltaf sem er til að baða hestar. Já. Og svo, já, akkurat núna þá erum við með það. Kindur í nokkurum og sögur í gangi. Já. Og svo er Larissa í vinnu 40% starfa hjá Hrímri. Já. Hrímni. Já. Þannig að það er svona. Já. Það er verið að sinna öðru líka? Já, það er margt annað í gangi líka. Já. Hesthúsi hér, er það byggt sem hesthús? Já. Þetta, semst, mamma og pabbi byggðu hesthúsið og hlöðuna. 88 hlöðun og 89 þetta hesthús. Og svo byggðum við 2013 millibyggingu og reiðhöll sem var svo tilbúið 2014. Já. Þannig að því að reiðhöllin hefur breytt miklu? Já, breytti alveg bara þvílíkur lúxus. Og hvað er reiðsvæði henni stórt? Semst, reiðhöllin er 16x40, þannig að svona 15 sinnum, já. Fyrir aðeins í batta? Já. En eru þið með hross aðalega frá Kjarri eða eru það að taka í tamningu fyrir aðra líka? Við tökum stundum fyrir aðra en akkurat núna er bara eitt sem kemur að og allir hínir eru hérna. Við höfum svona reynd að sinna allt sem er til frá Kjarri og bara vera duglega að selja og bara temja geldingana snemmt og gera þeim bara sem góðar hestar og já, sem sagt núna er bara fyrir utan allt frá Kjarri. Hvað er hérna mörg fóröld að fæðast ári hér, Kjarri? Það eru svona cirka 10. Það verður 10 núna í sumar. Já. Það er vel viðráðanleg stærð. Er það mikið og lítið eða hvernig? Það er eftir að koma að ljós svona. Við erum kláruðum skólan fyrir fyrra og hitti fyrra og svona eftir að finna út hvernig. Var í raun fyrsta vetur sem við vorum bæði hér eitthvað að temja og svona aðeins eru margir kannski sem er 5-6 vetrar sem eru bara tamin lítið meðan með aldur. Svona, það þarf bara svona aðeins að koma í ljós hvað maður kemst mikið yfir og hvað selst. Vinna úr því bara? Já. En eigum við ekki aðeins að svona alla í þeim stífum sem hross í að gá hvað er hér inni? Hér er einn móalóttur. Hvað heitir þessi? Þetta er hans Stáli. Já. Hann þarf að borga með nammi. Já. Fá myndir. Það er mitt. Hvað hérna, hann er náttúrulega bara fullur af sinna hrissum og er hann í einhverju þjálfun? Helgi er svolítið aðeins að leggja sig á hana. Já. Svona yfir veturinn. Já. Þau félagana eru stundum saman í reiðtúr og svona. Já. En núna er farin að draga undir honum og byrja fjöri. Já, það er hrissur að fara að mæta til hans. Já. Gæsilegt og hann er nú í hörkugóðu standi. Hvað er hann gamall? Hann er 22. Já. Þetta er eins og úlingur. Já. Ok, glæsilegt. Hér er móalótt, það er nú nóg móalóttu. Hvað er hérna? Þetta er hann Mói frá Kjarri. Já. Þannig að stóðastur með 9-5 skeið. Búin að fara í yfir 7 í gæðingaskeið og 8-90 rúmlega í A-flokk. Já. Gæðingur. Já. Svo er þetta bróðir hans undir sama rissu. Þau eru sem sagt undir Stjörnu frá Kjarri sem er heiðursvéluna rissa. Já, þessi tveir. Já, en þessi er undan Sæ frá Bakkakoti. Það var nemyndahesturinn minn á Hólum. Þetta er líka fyrsta véluna hestur. Þau eru bara góður íþróttari. Góður hestur í íþróttakeppni. Efnilegur keppnishestur. Já. Nú komum við allavega í einn brúnan. Já. Þetta er hann Páfi. Hann er líka jafn gamall og hinn. Þannig að hann er auðvitað Tinna frá Kjarri og hennar Nunnu sem gerir hann bróður hans Stúfs sem Eggert er alltaf að keppa á. Já. Þetta er líka bara fyrsta veluna hestur með bara mjög skemmtilegum jafnum gangtegundum. Svona getur ganga í fjórgang en líka með gott skeið og gott höll. Þannig að mjög skemmtilega hestur. Svo þetta er Stálasonur á 4. vetur sem er bara á
hann heitir Fjarki. Já. Er það 4. alsystkynni undan Mérinni og Stalla. Og fyrstur er búin að fara í fyrsta vélunni í fyrra, hann að Rissa, sem er okkur í ræktun núna. Já. Og þetta er bara mjög lofandi hestur, ekkert að þjálfa hann. Það er bara mjög spennandi. Já. Ég fór svona rólega á stað en svo bara hann styrkist hann alltaf að verða hann bara lengra skref og Já, er það betur og betri? spennandi. Já. Ok. Svo er hérna, Já, það er eitt sofandi hérna. Það er móvolóttur. þetta er sko hann Skandall frá Kjarri. Skandall. Já. Hvað, er það eitthvað ástæða fyrir því nafni eða? Já, sko hann er Stála og hérna Stalladóttir. Já, já. Það var hérna þegar Stóli var í sæðingum, þá fór mamma hans fór í 5 vetrarflokk á landsmóti og það var eitthvað vandamál að fylgja hana og þá þurfti gamla hvað að gera Já, já. Og hvað heitir, undan hvað rissi er hann segirðu? Þetta Viðju frá Kjarri sem fór í 8.20 rúmlega held ég aðalengun, 8.27 eitthvað. Já. Var, já, bara mjög flott. Já. Alveg rausa. Þannig að Skandall. Já, hann Skandall, hann er skemmtilegu trippi, sko. Já. Svo er þetta Stálasonur á 5. Já. Hann Snúður. Snúður. Geldingur eða? Já, Geldingur á 5. Bara í gangsetningu núna. Þetta verður bara skrefstór, bara skemmtilegur hestur, stór og langstígur. Svo er þetta Stálasonur, hann Bleikur frá Kjarri. Hann er reiðhestur hennar Rögnu og Helgu. Þetta er Geldingur með 8.30 aðalengun. Já, já. Var þetta ekki hérna Elsta ákvæmi Stála. sem er Elsta? sýnt? Já. Eina ákvæmi, hvað er hann? Hann er 16 held ég. Það ekki? Núna 16 vetra. Já, já. Ok. Elsti. Já. Fyrsti. Fyrsti síndi, held ég. Frumburðurinn. Svo er þetta hana, hún heitir Fjóla. Þetta er 5 vetra Tinnadóttir. Já. Þetta er mjög skemmtileg reiðreisa, bara viljug og bara efnið og skeið í henni. Já. Þetta er hann Klókollur, 6 vetra Geldingur, hann er albrúður Más. Já. Mjög spennandi, svona líka frekar lítið taminn með hann því hvað hann er gamall, en svona bara mjög skrefstóður og verður bara Mjög spennandi. mjög spennandi keppnishestur. Verður hann mikið vakur? Já, ég held að. Ég held það sko, en bara líka mjög góða grunngangdi undir, svona gott mjög stökk gott, og bara, Svart og grótt. Gefur bróð, já. Ok. Hér er rautt. Er þetta eitthvað litaskipt með svona allt í henni kemur rautt og þetta er hún Rauðka. það er rauðka? Hún er alsystir Fjarka Já. og hana, já, Númer 2 í rauðinni. Já. 2 í rauðinni. Það er ekki sem sagt Ás, Þrista og Fjarki. Þetta er bara... Fyrst er hún drottning, svo var Þrenna var líka til hún er selt út. Já, Þrenna og svo Fjarki, já, já. Og svo er til 5. 5, þetta er... Þannig að hann hefst. Já, það er gott nafn, 5. Gef mér 5. Þetta Þetta er Auður, það er hestur sem ég á, gamall reiðhestur sem ég var að keppa á. Já, já. Þetta var svona sá sem kom manni á fullskrið í hestamennskunni. Já, já, barnahestur þinn, ég sést. Kveikti á hann. Já, er nú Og hann líka, er bara útreiðhestur hjá mömmu og... já, já. Algjör höfðingi. Já. nú líka svona fyrsta veluna Geldingur. Já, já, þetta er almennilegt. Þetta er Þruma Jarlsdóttir, Já, barnahestur á bænum barnahesturinn á og bænum. hefur verið það síðan hún var 4 vetra. Já, já. Bara, hún er systir Más og þeirra undir sem sagt Stjörnu og Jarl. Já, já, já. Þetta er bara mjög geðgóð. Nýtist. Já. Þetta er hún Stórstjarna. Hún er hérna systir Stála, Já, undan Jónínu. síðast undir Jónínu og Álfarinn frá Sigri Gengnarssonum. Já, já. Það er stödd með hana í dóm núna í sumar. Efnileg þross. Já, mjög skemmtilegt lettstíg og bara skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Eigum við þá ekki að kíkja hérna yfir í millibygginguna inn í Reiðhöll? Yes. Núna erum við í hlöðunni sem var byggð með á árinu hlaða byggð fyrst, svo kom hesthúsið og svo byggðum við hérna við millibyggingu. Og þar eru þið líka með hross, hérna hafið þið gert ykkur auka pláss.
hérna voru gerða 10 aukastígur. Já. Fyrst átti þetta að vera bara eiginlega mjór gangur til að tengja á milli. Já. En sem betur fyrr var þetta að breikka og það bara mátti vera örlítið stærra. Já. Nei, já, þetta er bara gott að fá, þetta er líka fallegar og rúmgóða stígur hérna, einsetta stígur. Já. Hvað er þið með hérna í þessari byggingu? Við getum byrjað hérna á bleiku. Þetta er Stallarssonur á 7. vetur, 7. Þetta er einn af uppkomandi smalahestum. Bara skemmtilegt reiðhestur, bara stór og mjúkkur og þetta er bróður hans, einn á yngri, hann er undir Concept og Korpu. Líka bara stór og bara skemmtilegt. Já. Þess að öll fjölskyldan, því að þið erum búin að tala svolítið um reiðhesta, öll fjölskyldan er náttúrulega í að njóta hestamennskuna saman og þá þarf náttúrulega að vera til góðir reiðhestar. Já, og líka við höfum okkur bara gert það markmið að temja líka þessi geldingar og það er mikil fyrirspurn velsamdar reiðhestar sem geta líka, eru samt með góðum gangtegundum sem geta kannski fara í einfald keppni og svona og það er alltaf eftirspurn eftir því og bara temja það líka sem fyrst og reyna bara að gera þetta söluhæft. Og ef þeir eru ekki söluhæfur þá eins og við erum búin að sjá hér verða þeir nýtilegir fyrir fjölskylduna að njóta þess að vera saman í hestamennsku. Þetta er nú yfirleitt samt þessi sem maður gæti selja 10 sinnum sem vill það eiga. Þessi þægustu. Hér er grátt. Já, þessi heitir Svana, hún er líka, hún er systir Páfa og Stús. Já. Undir Spóa, sem er grár albúrúðan smás sem við seldum til Danmörku í fyrra. Já. Það er bara efnis hún er að funda. Já. Spennandi. Já. Spennandi risa. Bara líka stór og maður megin. Þannig að það eru nú rollustýr. Já, rollurnar eru... Ég get ekki sagt þér ættina þeim. Nei, þetta er... Þessi er nú samt eiginlega mólótt. Já. Grá. Með lítið stýr með það. Hérna erum við með grátt-ross. Já, þetta er hún Snæja frá Kjarri. Spærirossið á bænum. Spærirossið á bænum? Ég á hennar svo samt. Hún er undan Rók frá Austadal. Og hérna... Undan Rók frá Austadal? Já. Og Gústsdóttir, Jóna frá Kjarri, sem var systir Stalla. Já. Til Jóninu. Hvað er hérna Eggert? Þetta er Sind frá Kjarri. Það er... Sind, það er... Sama saga og Skandall. Já, sama, Skandall og Sind. Það voru þarna 2 saman. Já. Það er fylgjuðust ekki og þurft að sæða þær. Já. Það er sem sagt líka á 4. Þau eru bara mjög spennandi í bæði. Það er bara... Heldur að þau komið saman í brautina Skandall og Sind í sumar? Já, það er aldrei að vita. Einhvern tímann allavega. Þau er allavega fax mikil með þau eru mínus og pluss. Og hér er Jarpur. Þetta er hana ross sem ég er með þjálfum. Já. Frá Flekkudal. Frá Flekkudal. Já, það er einhvað þýsk kona sem á hana. Já. Eina utan að koma til rossi í húsinu, þegar ekki? Já. Það er eins og ég er. Já. Og hér er Brúnt Eggert. Það er Orka frá Kjarri, Stálladóttir. Já, það er bara planið svona að reyna að sína hana kannski með sumars. Já. Hún er á 5. líka og á alsystir sem er búin að fara í 8.37 fyrir hæfileika. Bara, já, mjög stór og öflugt. Bara mikið gangi henni, verulega gott skeið, mikið töll. En við sjáum hérna inn í reiðhöllin, er ekki kjörið að kíkja þangað inn? Jú. Endilega. Já, hérna er sem sagt þessi reiðhöll sem var tekin í notkun 2014 og hefur náttúrulega breytt miklu. Og þið náttúrulega eru bæði útskrifuðu reiðkennarar frá Háskólanum á Hólum. Hafið þið verið að taka fólk í reiðkennslu og eitthvað svoleiðis? Já. Hingað upp eftir í Kjarri eða? Bara bæði. Bæði hefur komið fólk hingað og svo eru líka að fara að kenna annar staðar en fólk vill. Hafið þið fundið fyrir einhverjum, hafið þið minna að gera núna í þessu COVID? Nei, það er eiginlega bara svo sem svipað. Já. Ég hef svo sem farin kannski stundum út að kenna til Þýskalands. Já. Það er náttúrulega ekki núna. Nei. En svona það er ekkert búin að minga neitt hér ef maður bara kennur í rauninni í kannski engatímar eða 2 manna hópa þá
ekkert fara að breytast neitt. Nei, Og nei. hestana eru náttúrulega að vilja vera eftir og Þannig að þið eru bara búin að ríða heilmikið út núna í þessu ástandi Já. öllu. já, Við erum alltaf aðalega með hross fyrir okkur bara, þannig Já. að það breytist ekkert. Nei, Það er búið að vera að spurja töluvert hross og Já. við erum búin að selja það svolítið og já, gengur bara vel. já. Frábært, Eggert og Larissa, það var gaman að fá að koma og sjá aðeins í hesthúsi hjá okkur og aðstöðuna. Bara gaman að fá þig. Óska ykkur allsins besta í sumar. takk. Takk fyrir.